Hingað kominn Högni Haudal, hann einn helsti stjórnmálamaður Færeyja, hann formaður Þjóðveldisflokksins sem stærsti flokkur Færeyja. Hann sat í ríkisstjórn í Færeyjum, var utanríkisráðherra, núna í stjórnarandstöðunni, hann nú Íslendingum á góðu kunnur, menn þekkja nafnið hans úr fjölmiðlum hérna, rétt eins og í Færeyjum. Velkomin Högni, við ætlum að tala saman á ég og íslensku og þú svona, þér frjálst að blanda þessu saman eins og þú vilt. Við reynum það, já. Já, sko, ég ætla nú að byrja á Evrópusambandinu. Þú varst að tala, þú ert nú hérna varst á Norðurlandaráðsþingi en þú varst að tala á fundi hjá Heimssýn. Og það ekki rétt hjá mér að þú sést eindreginn andstæðingur Evrópusambandsins eða þess að Færeyjar og jafnvel Ísland gangi í Evrópusamband? Jú, það ég. Nú ég ekki að ákvæða hvað Íslendingar verða að gera. Men ég finnst bara það að löndin í Norður-Atlantshafi, så Ísland, Færeyjar, Grænland og Norður, með så mikla auðlindir, eftir fjármálakreppuna, allir að horfa nú á raunveruleg virðir og ekki bara spákaup og svona, at vi verum jo at vinna meira saman i Norður-Atlantshafi. Færeyjar, Ísland, Grænland, Norður, vi verum að standa saman á Norðurslóen, það verður þetta mjög sterkt samband som gerast kan. Og það var það ég var að tala i dag og líka hvað að henda í ESB-málinn í Færeyjum. Já, en þetta raunsætt að Íslendingar, að þessar þjóðir geti unnið saman sem svona svolítið ólíkum staði í tilverunni og Norðmenn svona ofboðslega ríkir með sína olíu og Íslendingar svolítið á hausnum? Það kannski ekki raunsætt, en það ef vi bara tóku eitt mál í gang, tala samvinni fiskin, samvinni auðlindirnar, samvinni med utrikespolitikk og reyna að fá sömu, kan man säga, samma samling med ESB. Det ville vara bäst, helt jag. Att stanna för utan ESB, men att vinna med ESB samman. Det ville vara bäst för London i Norrland, helt jag. En hver staða Færeyja gagnvart ESB? Færeyjar ju att stanna för utan ESB. Danmark först ju in i 1972. Och Færeyjar stod för utan. Og Danmark jo fara lengra og lengra inn i ESB. Ja. Lika med stjórnmál som mjög mikilvæg fyrir okkur. Ja. Med kvalamál og med utrikesmál og svona. Så vi verum að ákvæða farin hvað vi verða að gera. Því vi verða standa eftir, eins og ég var að segja, in the middle of nowhere. Ja. Ef við ekki ákvæða hvað vi vilja sem sjálfstæð tjó. Og að því vinnur tjóvalflokkurinn fyrir að Færeyjar vera sjálfstæðar svona að vi kunne starfa med utrikespolitikk, med eknomál i utrikespolitikk. En þið semst ekki í EES heldur? Nei, við ekki EFTA, við ekki í ESB, så við bara med eins og tríaland gegn ESB. Så við med fiskvæg samling med ESB, og við med vestlu samling med ESB, og það það. Og við reyna það að komast upp i EFTA, af því at það vorum við tilsammans med Ísland og Norge, en það gengur ekki af því at Færeyjar ekki sjálfstætt land, så EFTA að segja tills nú at Danmark kan ekki vera aðild í EFTA og í ESB. Það gengur ekki, segir Danmark. Og men Ísland að styðja Færeyingar í EFTA aðildi, og Norðmenn líka, en Sviss tjó að segja, nei, það gengur ekki. En sko, það náttúrulega, Þjóðveldisflokkurinn hefur alveg frá því að maður stofnaði leitt sjálfstæðisbaráttu Færeyinga og það hefur verið ykkar stóra hugsun að Færeyjar verði sjálfstæðara að fullu. Já, það hefur verið sjálfstæðisbaráttan, men líka tjóðflokkurinn er jo vinstriflokkur, så það velferðin og sjálfstæði, og þetta með sjálfstæði er nødvendigt til þess að Færeyjar kunne gerast partur heimsins, til þess að vinna saman med Ísland og med Norge og med allan heim. Så það bara þann og það en enn. Það enn mikilvægsta máli í færeyskum stjórnmálum. Það viljum við fara fram eins og danske lútur, eller viljum við fram sem tjó í heiminum og vera að vinna saman með heimsins tjóur. En ykkur hreyfing eða sko, ykkur líkur til þess að þetta verði? Já, þetta mjög skrítið í færeyskum stjórnmálum. Det flokkar som vilja sjálfstæði, hægri flokkar og vinstri flokkar. Det med meiriluta. En þá ríkisstjórnin núna, hún sett svona saman með en sjálfstæðisflokk, hægri flokki, og tvö flokkar som að anmæla sjálfstæði. En á því gengur bara ekstra að få ákveði
ekva skrev i sjálvstæðinu núna. Men vi vonast það efter næsta korsningar at meirlutu myndist atter til þessa færingar segja vi verum að fara fram á sjálvstæðis vi vera fullvalda ríki og vi verum at mynda færiska stjórnarskrá til í dag færar ekki með eigin stjórnarskrá. En þið hafið verið að gera, eru það að vinna því að bútist? Já, og frumvarp komið fram til tingsins færiska stjórnarskrá og allir flokkar voru sammála en núna hefur Danmark verið að neita því. Það fara summi flokkar bara að segja nei, það verður við ræddur og viljum ekki genga fram með mál. En eru það sósíaldemókratarnir sem eru svona hallastur undir Danmörku? Nei, það samt það flokkur sem heitir sambandsflokkur. Hann svona mjög anmælingur til allt sjálfstæði. Kratarnir svona mitt á milli, en það með 4 flokkar som allir vilja sjálfstæði, men finnast ekki saman. Ég skil. En hvernig með, nú að tala eitt af Norðurlandaráðsþinginu sem eru kannski skemmtilegar hugmyndir, ég veit ekki hvort að það eitthvað raunsætt, það svona alveg óraunsætt, það sko norrænt sambandsríki. Já. Og þessi var svona kastað fram það sænsku fræðimaður. Já. Þetta mjög falleg hugmynd, en ég held kannski ekki það að við verum að gera svona ríki með ríkisstjórn og svona, men að Norðurland vera að vinna allt meiri saman, það sjálfsagt, held ég. Og það vildi vera stóra fyrirmóðna fyrir öll Norðurlandin, ef við vorum að vinna meira saman utrikespolitikk, öryggispolitikk og auðlindapolitikk. Af því að Norðurland fremstu land í heiminum og sitja á fremstu auðlindum heimsins. Så það vildi vera fínt. En að sjálfsagt og hugmynd Gunnar Wetterberg som ég var að segja þetta allir að segja að þetta ekki raunveruligt en ég bara að segja að við verðum að reyna bara að vinna meira saman á öllum þessum mótum svo kannski verður það raunveruligt. En svo í Sumlöndin náttúrulega inn í ESB og önnur fyrir Já, það og það gerur það líka að Norðurlandaráðsþingnum það svona að Danmark og Svíþjóð og Finnland í ESB og ennú Ísland og Norge Færeyjar og Grænland fyrir utan. Og þetta gerir það að það verður erfitt að vinna með Norðurlandamálum. Af því að fremstu málin sjá ESB-aðildar löndunum, þeir vera alltaf ákveðin í ESB. En það standa við bara eftir með minna ári frá það. En hvers vegna telur þú að Ísland og Færeyjar eigi ekki að gangi í ESB? Hvað finnur þú að Evrópusambandinu sem þú... Nei, ég að segja að Evrópusambandi jo samband som var að myndast á milli gömlu þjóðunar í Evrópu. Og það jo fínt og allt það. Mér finnst bara ekki það að þjóður sem eru að mynda velferðarþjóðfélög með náttúruauðlindir fá fyrirmóðan að fara í ESB og líka telja það að lýðræði hjá þjóðum som okkar vera farast yfir fara í ESB. Men á sjálfsagt verum við að mynda upp annan þátt. Og það ég að segja það, þá verum við að vinna saman í Norðurlandshafi. Vi verum ekki bara að genga hver fyrir sig, men verum að vinna saman á hverju verum við best að vinna fyrir okkar mál gegn ESB. Og það ekki gengið vel. Altså, Ísland með sitt, og Norge með sitt, og Færeyjar með sitt, og Grænland með sitt. Og ég vildi bara að maður vann meiri saman það. Á sínum tíma urðu Íslendingar mjög glaðir þegar allt hrundi hérna og allt var og menn voru mjög svartsýnir og Færeyingar lánuðu okkur peninga og gerðu það mikilli vinsemd og rausn en á sama tíma en okkur síðan þá gagnrýndir þú stóru Norðurlöndin fyrir það að bregðast Íslendingum. Já, fyrst vil ég segja það, ég held ekki að Íslendingar svona þakka Færeyingum svo mikið, þegar þetta var bara sjálfsagt. Og Íslendingar hafa líka, það Færeyingar hafa verið kreppi og margir Færeyingar komist til Íslands og svona. Men það við má vera ákvæða það að veita að þetta lán, það vildum við gera það líka til þess að pressa hinn Norðurlöndin til að gera þetta sama. En ef Norðurlöndin voru að gera það, þá vildi Ísland jo kunna haft nýja endurbyggjum á norðurlenskun virðum. Með fókus á velferðarkerfi og svona. Og ég var mjög óanægtur með það að Norðurland voru ekki að gera það. Og þau náttúrulega tóku þátt í að þrýsta á okkur í varðandi Icesave og fleira. Já, og þeir voru líka þar að genga til samans með ESB-löndin og ég held ekki það var rétt því allar norðlensku þjóðunar og allir stjórnmálamennir alltaf að segja að Norðurland verið að standa saman og við erum með félagslega víðir og svona. Men það rendist bara ekki
það skuldi reynast. Það var ég mjög óanægður með. Vonbrigði fyrir þig. Já, það var það. Já. Segðu mér, sko, með færi stjórnmál, Færeyjar er náttúrulega lítið land og það er ýmislegt og þetta er kannski svona eitthvað sem er óþægilegt fyrir þig sem stjórnmálamann að til dæmis þegar Jóhanna Sigurðardóttir ætlar að fara til Færeyja þá verður þetta, blossar upp þetta mál sem einhver stjórnmálamaður vill ekki hitta hana af því hún er samkynhneigð. Þetta var mikið vonbrigði og þetta eins og ég hafa verið að segja, þetta bara svona pínu lítil minniluti sem bara að segja þetta og þetta svona mikla umdelun í fjölmiðlum så ég var mjög óanægður með það og skildu ég vona það að Íslendingar skildum það að þetta var ekki færeyska þjóðin sem var að segja þetta, við vorum mjög ánægð með að Jóhanna kom á fyrsta sinni í opinbera heimsókn til Færeyja og það var mjög flott og að kallar som segja þetta bara ekki færeyska þjóðin sem að segja þetta. Trúin mjög sterk í færeyskum stjórnmálum? Jú, það hún og þetta ennú mál sem að komast upp í færeyskum stjórnmálum. Allt þetta með samtíðnetni og leiklut trúsins í politikken. Og við að vinna með það og ég held bara ennú það að það mikil minniluti sem að sitja á málunum og stóri meirilutin vil bara að það færi að vera nútímans þjóðfélag. Já. Annað sem langar að nefna við það fiskveiðarnar. Sko, nú þið Færeyingar með ákveðið fiskveiðstjórnunarkerfi og Íslendingar með annað. Þetta kerfi sem á Íslandi er mjög umdeilt, vægast sagt, íslenska kvótakerfið eins og væntanlega þekkir. Þið hafið gert þetta öðruvísi? Já, við gert það svolítið öðruvísi. Við ekki með kvóta, men með fiskdaga. Og við að setja í færeysku stjórnarskrána. Við vorum að tala það líka hér á Norrlanda mótnum. At Öllendnar eign fólksins og reynum nú það að fá skipulega það svona að þessi fiskudagar þeir vera bara í frambóði og að menn vera að borga fyrir það og þetta mikið umdelt í Færeyjum og hjá atvinnulífinu líka men ég held að Færeyingar vera að finna en hátt að fara með þessu auðlindu svona að við ekki koma til þess að það vendist ekki aftur. Svona að við ennú hafa áhrif á hvað henda með fiskauðlindum. Men þetta mikið umdeilt eins og Íslandi. En þetta náttúrulega spurning annars vegar vendina því að þið í Færeyjum lentu nú í því að á síðasta áratug að þetta hrundi hjá ykkur. Og það var náttúrulega skelfilegt efnahagshrun hjá ykkur. Já, það var. Og síðan, en svo þetta spurningin efnahagslegu hliðina, hvernig maður stjórnar hverjir eiga fiskinn í sjónum og hverjir hafa réttin til að veiða. Og allt þetta komst jo upp eftir rúni í Færeyjum. Hvað við að gera með auðlindnar og hverju raunveruleg virði við að fara að byggja þjóðfélagi upp aftur með. Og það var gengið svona ok í tímabil, en núna við með mjög erfitt að tattu líka í færeyskum fiskveiðum. Við með þorskurinn fiskar niður og við nú að vinna með eins og Íslami að það faktisk makrillin og svona som að vera góður fyrir færingar núna. Já, hann að koma til ykkar líka. Já. En það sem sagt eitt af baráttumálum, það það að allar auðlindir séu í stjórnarskrá skilgreindar sem þjóðareign. Já, og þeir sem vera að vinna með auðlindunar, þeir vera svo að gera það fyrir þjóðfélagi. Alltså ekki það att landet vill att äga allt men att du vill att leja att köpa det rätten till dessa fiskar och såna och att pastor av penningen de kommer till tjófélagi. Það er mjög gaman að fá því hérna í Silfrey, gaman að fá hérna stjórnmálamann frá Færeyjum og svona vita hvað þið að hugsa því að þú ert að fljúga til Færeyja í dag og það ekki nema rúma klukkutími. Já. Ég fara beinilega til Færeyja, já. Já, takk kærlega fyrir að koma í þetta. Sömuleiðis.